Það stóra spurningin, are you ready now? Já, það eru við svo sannarlega. FM 95 blöður hafið göngu sína komið sæl hlustendur góður. Það 15. mars í dag. Tíminn flýgur áfram og það svona eiginlega sólskinn í höfuðborginni. Já, ekki bara segja að sé svona gluggaviður, en það allavega að fara að birta alveg heilan helling hérna hjá okkur. Við strákandir eru mættir og það nú ekki alveg fullskipaði bátur og ég rauninni bara svona einn upprunalegur meðlimur sem nú reyndar yfirleitt alltaf á sínum stað. Hann Egill Einarsson, hvernig ertu? Ég hef aldrei verið betri. Það þannig. Ég yfirleitt alltaf hérna, Rikki. Ég ekkert mikið að taka mig frí, sko. Nei, bara, þú veist, elskaru að vinna? Ég bara þykir væntu yfirmanni minn og ég vil ekki gera þeirra að vera að taka mér eitthvað frí hérna og... Nei, ég er sammála því, þú ert það góður að ég má eiginlega ekki missa þig. Frábær yfirmaður. Þú ert basically að segja að þú sért ómissandi. Ég bara, þú veist, ég bók ekki á mig á föstudögum. Ég er bara upptekinn. Já. Ég er í útvarpinu. Það er alveg góður punktur. Annað en Blöð og Steinþór, þú veist, það er bara alveg sama hvað það er, þú veist, þeir taka allt fram yfir þáttinn, sem ég veit, lélegt, verða við ekki náðu. Já, Egill þungt yfir gilsarnum með það. Nei, ég hef aldrei betri. Herðu, á móti mér sömuleiðis situr, vinur FM 95 Blöð, hann hefur nú, leist af hérna nokkuð oft, Jón Gunnar Gerdal, Horny Tat, hvernig ertu? Ég er frábær. Hvernig finnst þér að vera á 50-saldur að vera kallar Horny Tat? Já, ég er ekkert kallaður Horny Tat. Það eru 2 til 4 trúðar sem eru mér framalega í trúðalestinni sem að kalla mig Horny Tat. Í 44 ára sköllóttur, þriggja að vera fjarabarna faðir í útkonum Kópavogs og Horny Tat er ekki mikið að hjálpa mér, sko. Bara svona í alvörinu, sko. Hver byrjaði á að kalla þig Horny Tat? Ég giskaði einu sinni. Ég ætla að skjóta á gilsarinn. Já, steik í Hlíraból. Það er svo sem byrjaði á þessu. Það er svolítið þannig. Þannig að ég, Jón Gunnar Gerdal, ég er frábær í dag. Eins og þú segir, hækkandi sól, gaman. Já, það er nefnilega málið. Er komið vor í punga á okkur, drengir? Já. Ég meina það er að koma summer. Það reyndar að koma eitthvað smá snjó ógeðan í vikunni. Já. En dagurinn í dag er golden, sko. Já. Herru, þið eru báðir náttúrulega harðir United menn. Hvernig líst ykkur á dráttin í meistaradeildinni? Já, verður maður ekki vera jákvæður. Jó. Er það ekki? Ég held að normarinn loki á þessa Messi-lest. Já. Óli hann er at the wheel núna. En eins og ég skildi að þá er sigurverðin úr Liverpool Porto og sigurverðin United Barcelona mætast í undanúrslitum. Það er hárrétt hjá þér. Það verður United Liverpool. Það verður United Liverpool og hinum megin verður það City Juve, United City úrslitaleikur í Madrid. Það ekki eitthvað svakalegasta einvígi bara síðar ára ef að Liverpool og United myndi mætast í semifinal í meistaradeildinni? Jú. Það var á þeim leiku daginn og það var leiðilegt að leiku sér farið á æfinni. Já, það er ekki Champa League. Það var ekki Champa League, sko. Kannski fer aftur og hlýta að fá skára leik. En var það ekki eiginlega bara út af því þú varst eiginlega á degi 3 og varst bara orðin hungover? Nei, ég bara var svo nýr. Það er engin venjulegur óreglumaður í Erlendis. Nei, þetta var ekkert þessin. Það var svo glænýr. Mættum hann í champagne fyrir leik og raukt og ég aldrei betri. Leikurinn sökkaði bara. Þú kannt að lifa. Heimsborgarinn. Þetta var skelluleikur, rétt hér. Herðu, við verum með veislu fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur. Við erum með fasta liðin svo vennilega. Við byrjum á slúðri hér eftir smástund. Við erum með hvort myndur frekar. Ég ætla að henda ykkur tveimur í hvor ykkar. Það er liður sem að Auði Blöð byrjaði með fyrir stötu síðan. Mjög skemmtilegur og fekk svona smá aðstof frá honum með spurningar dagsins í dag á ykkur félag. Þið þekkist náttúrulega mjög vel og verður mjög fróðlegt að sjá þetta. Svo auðvitað sjálfsögur kvíði ég fyrir því að ég sé hér spurt og svarað og ég var að vonast til þess að það væri svona pínlítið búið. Hætti það aldrei verið þreytt eða? Það er bara svona inn á milli. Og það er aðalega þegar að koma einhverju nýjir inn, sko, þegar fólk er hætt að senda mér spurningar þegar að Auði og Stendur hérna. Já, fólk er hætt að senda þér. En núna spurðist út að Horny Tat og Richard var hérna og það er búið að dretast inn meil. Spurðist út, hvernig, Mike Giska, kemur eitthvað við Jón Gunnar, hann selji samlokur og pizzur og kemur eitthvað við að ég sé svolítið í eldhúsinu? Ég veit það ekki, hvernig ég veit það? Ég er mögulega eitthvað sköllótt barn að ringja sem er ofna pizzasta og þingari. Það er 100% sko. Hvað það er horny bold á þingari. Það er alltaf sama. Ég ætla bara að opna mailið og velja eitthvað random mail og bara að leysa við vandamáli. Spurt og svara spurningakeppnin á sínum stað. Egill, hvað ætlar að bjóða upp á í spurningakeppninni? King of being a boss. Og ég er með 2 yfirmennina. Wow, King of being a boss. Hvenær er ég verið með 2 yfirmenn? Það er rosalegt. Út af því að Blöð er starfsmaður á plani. Rétt. Og Steinþór er starfsmaður á plani. Hár rétt. Þeir geta ekki rekið neitt, sko. Nei. Þetta getur Ég er reist ekki að reki fólk. Þeir eru 2 yfirmenn. Já.
Rikki getur rekið mig á eftir nú að veit sko. Já, bara put the hammer down. Þannig að ég er mjög peppaður. Já, þetta skemmtilegt. Ég laka mikið til FM 95 Blu er komið af stað. Við ætlum að launa ykkur hlustununa með frábærum þætti og við byrjum á þessu. Held ég, FM 95 Blu hér á FM 957. Við erum svona rétt að komast af stað strákarnir og við ætlum að henda okkur næst í slúðrið. Það hefur verið ríkur þáttur hérna hjá okkur í gegnum tíðina. Egill reyndar hefur vilt verið mishrifin á slúðrinu á mér, en ég held að það sem vilt bara eitthvað svona persónulegt á mig. Nei Hvað er það við slúður hans ríka sem hefur ekki verið Nei, mér finnst bara, ég er bara verið að gaggina. Mér finnst stundum ekki verið með slags slúður. En ég Kannski það vantar hann að svassin ekki trú þinn og einhvern maður. Já, veistu ef hann væri með Nicolas Cage og Miley Cyrus og kannski Stephen Baldwin, þá væri ég ekki hvarta, ég veit ekki hérna. Ég held ég sé að fara að redeem myself í dag. Ég ætla að byrja á Britney Spears. Ertu sáttu við það? Já, hljóma vel. Herðu, faðir Britney Spears, eins og kannski flesti vita, þá er hann haft umsjón sem sagt, með fjárhagnum hennar og persónulegu málum sem hún fekk taugaáfall fyrir einhverjum 10 árum síðan. Hún hins vegar virðist vera búin að vera í góðu jafnvægi. Hún er að vinna mjög mikið, er að sinna börnunum og komi kærasta. En aftur á móti, nú er talað um að þau séu mögulega að fara að gifta sig. Hún má ekki giftast honum nema pappinar gefi leyfi. Ég held að það fyrir að vera skriflegt af því að hann er með einhverja umsjón yfir henni. Já, okay. Hún fær ekki, hún basically gerir ekkert nema gamli gefið góð. Já, það er bara mjög einfalt. Ef hans, ef pappin finnst kærastan vera piece of shit, þá getur hann basically bara sagt nei. Já, bara nei, því miður. Það er ekki sett bara fjárhagurinn til líka samlífið í rauninni. Já. Þú auðvitað gast þú tengt að hafa beint inn í þetta. Nei, var ekki slúðrið snýst með það, ekki bara. Ég var ekki að tala um að hann þarf ekki að gefa henni leyfi og hann ætlar að sofa hjá kærastanum sem ég er að tala um að vera að fara að gifta sig. Já, þetta er bara mjög spes. Já, en það þýttir samlíf hjá Agli. Þannig að hún sé pabbi að gifta mig. En ég meina, pabbi Britney í vesen. Hún er búin að vera samt sko, þetta er búin í 10 ár. Ætti hún ekki að fara að fá að stjórna sig sjálfu aftur eða? Ég meina hvað, nákvæmlega 10 ár. Hún lítur að vera hún er komin tilbaka sko. Já, ég er bara. Þetta er vesen. Ég veit það ekki, ég veit ekki hvernig staðan er hún. Kannski er hún ennþá bara með allt niður sig. Ég veit það ekki. Já, má vel vera. En hún er að fara að gifta sig. Já, það er bara nákvæmlega þannig. David Beckham, eins og kannski flesti vita, eru búin að sjá hrekkinn sem James Corden tók á hann með styttuna. Já, það var mjög fyndið. Það var hrikalega gott kameri. Það var ekkert eðlilega gott, svona eitt af því fyndnasta sem ég hef séð allavega. Hann hafði sem sagt mikinn húmor fyrir þessu sjálfur, tók eftir í hvað hann hélt kúlinu allan tíman samt. Já. Þetta er ljótasta stytta sem ég séð sko. Já. Hann var vel slakur. Og það var ekkert að helt alveg kúl. Það líka henn er frekar hugulegur og er Beckham ekki bara nice guy líka? Ég held það nefnilega. David Beckham segir í viðtali eftir hrekkin að svona vera að tala um hvað er framöndan hjá honum og að hann hafi mikinn hug á því að fara að reyna að leika eitthvað. Hann hefur reyndað eitthvað. Ég var ekki eitthvað vikingamind hann. Jú, en sko, röddin er bara ekki sko, röddin er ekki málið hjá hann. Hún fylgir ekki alveg töffarstamann. Nei, þú veist, ég meina, hann talar eitthvað neginn svona. Put the gun down. Já, hann er ekki með rödd í Hollywood. Hann er kannski ekki put the gun down. Hann er með svona krakkalega rödd með gaurinni Eitusval. Hann er bara ekki með bara allstaðin í augunum. Hann er mjög huggulegur, hann vantar ekkert upp á það. Hefði hann verið upp á tímum þöglumyndana, þá var hann í toppmáli. Hann er bara ekki með röddina sem Vin Diesel. En ég meina við gefum hann séns. Ég var til að sjá hann. Var hann ekki flottur sem næsti Bond? Nei, David Beckham sem næsti Bond, ég veit það ekki. Þegar Bond er yfir hlaugulegur. Já, en hefur að sjá þetta fyrir. What's your name? Bond, James Bond. Já, bara kvolpasveitin mætt. Bara helst ekki sko. Hann er ekki þetta út að ígæta hann ekki Bond, James Bond. Það er svona nánast Daniel Craig eða Beckham. Við skulum róa okkur aðeins Egill. Já, sjáum til. Það er nákvæmlega þannig, herðu, og svo bara svona smá Eurovision slúður. Eurovision slúður? Já, það er sem sagt vefur sem heitir Viviblogs sem er mjög virtur vefur sem fjallar Eurovision. Það eru bara svona Eurovision nördar sem er yfirvilt ekki að hafa rangt fyrir sér. Já, þetta er alvöru síðan. Já, þeir hafa oftar en ekki spáð fyrir réttan sigurvegara og bara svona hvernig keppnin mun verða. Og já, 2 af þeim vilja meina að hatari muni sigra í Tel Aviv í Ísrael. Það væri rosalegt. Já, sko mér finnst alltaf gott að skoða bara stöðlana því að bettsíðunar er yfirvilt með þetta nokkuð nelt. Þú veist, þeir eru yfirvilt með Hvað segir þær? Þeir eru yfirvilt með efstu sætin bara nailed
Og samkvæmt bettsíðunum eru við í 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já, en Við erum stuðl 20 og Ísland vinni Holland, samkvæmt þessu, að fara að pakka þau saman Já, munið þegar Ítalir eru átt að pakka þessu saman allir sem hólku og það og töpuðu peningum fyrir Richard þar til að mynda Já, en fullt af sko, peningum. þú getur alveg þetta setum að ranns á Ísland Ég meina, þið geta lokað þessu Þú veist, hvort sem að vinni eða ekki Ég held allavega toppi, menn það var allavega gaman að horfa á þann Þeir gera allt vittlust og við erum kannski sjens Og við förum líka í úrslitakvöldi Já, sem hefur ekki gerð síðan hvað, 2013 Förum upp úr riðlinum, þannig að það verður gott partí hana á laugardeginum hjá Íslandingum Já, 18. og talandu það, þá eru Jón Gunnar Geirdal með partí og við ætlum að koma betur að því hér á eftir Þetta var slúrið í dag og hér eftir smástund hvort myndirðu frekar? Súrdeigs pizzubotnar Black Box Borgatúni Nú stefnir hann í 7,1 miljard Eurojackpot, Evrópukeppnin í hefni Alla föstudaga Enski barinn býður upp á góða stemmingu öll kvöld vikunar. Sjáumst á Enska barnum við Austurvöll. Vinahópar, vinnufélagar Biljartbarinn, Faxafinni 12 Betra brugghús. Bryggjan brugghús. Attention humans, the legislature requires your compliance. Coca-Cola kynir Captive State Þrælgóð spennumynd frá leikstjóra Rise of the Planet of the Apes með John Goodman í aðalhlutverki Resistance will not be tolerated. Captive State sýnd í Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri Það þarf ekki mikið til fyrir rómantískt kvöld Smá hlýju frá þér og svo pizza ristorante Ristorante bragðast eins og á ítölskum veitingastað Rjúkandi nautakjöt á glóðuðu brauði með gómsætri bernesósu Ertu búin að prófa steik og bernes? Sjáumst á Subway Saint Patrick's dagurinn verður haldinn hátíðlegur laugardaginn 16. mars. Ísk stemming og tilboð á öllum helstum vörum bæjarins. Mætum, gleðjumst og fögnum saman heilugum Patrik. Mér langar í hamborgara, mömmu langar í fisk, pappa langar í steik. Hvert er að fara? Grillhúsið. Góðir í öllu. FM 95 Blöð á FM 957 Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttur FM 957 Weekend á FM 957 í FM 95 Blöð Ég heiti Jón Gunnar Geirdal með mér Rikki Litli G og Skýrhausinn Rétt Alvöru kynning maður Já, líka hann bjóð til FM 957 sko. Það er Jón Gunnar þakka Er það Jón Gunnar sem segir Takk Takk Hann á alla þess að frasa Allt sem var í nætuattinni það kemur beint frá Horny Ted Hjörvar Hafli er samt betri ég en ég á FM Já, Hjörvar er búin að mastera þetta mikið Já, Ég er einmitt að fara á Söðakrók með honum strax til þáttur og fara að brunna ángað Já Og ég laka mikið til að heyra eftir hermyndir hans Já Það er bara nákvæmlega Það er þið á króknum í kvöld félagarnir Já En byrju blöðu kongurinn á króknum sko Já, en blöður erlendis þannig það var ákveðið að fara í prinsana Við þurfum að berjast fyrir þessari styttu á blöðu hann á hringtorkinu og þú keirir inn í bæinn Eru þið styttan með hár eða sköllótt? Sköllótt eða hvað þetta er að geða ykkur? Er hann með hár eða? Já, ég menn hann var með hár þegar hann bjóð á Söðakróki Já, enga sögufólksum Hann er sköllóttur Tala um svona mist hári 18 ára Herru, við ætlum að henda okkur í hvort myndirðu frekar og ég ætla að sjá það í dag Þetta eru 3 spurningar og ég spyr drengina og þeir reyna að svara bara Já, heiðarlega að sjálfsögðu og velja annan kostin, þetta er alltaf skásti kosturinn Ég ætla ekki að segja þetta sé góðir kostir Alls ekki Ekki þegar þú ert með þetta Nei, skelfilegi báðir Það er yfirleitt mjög langt frá því Við ætlum að henda okkur í fyrstu spurningu og hún hljóða svo Hvort myndirðu frekar? Eyða ástríðu nótt í Svítu og Nordica með The Pooh eða Video Game Boy sem þið þekki báðir mjög vel Sverrir Bergmann eða Auðun Blöndal Ástríðu nótt á Nordica í Svítu Hvað er þetta? Ástríðufull nótt með 2 sköllóttum Er þetta vantarlega mög eða ekki, Ríkard? Þú þarf að tala um það eða ekki? Ástríðufull nótt Ég sagði ástríðufull nótt, hvað kallar þú ástríðufull nótt? Það er ekki bara að fá reynd hvað þetta getur verið kannski bara Það er ekki Fortnite með Sverrir Bergmann Ástríðufullt er ekki að horfa á fótboltaleik saman? Kannski bara horfa á kósi mynd með rauðvín og smá súkkulaði og slaka það á Því líka ástríða heima á þér Já, engin eðlileg Bara, Guði hjálpi Guðri Sétt þetta verður ítlafilega tett að byrja þetta Já, æðislegt Sko málega samt, ég var hugsa út því að sko Sverri með svona
childbearing hips sko. Já, hann gæti átt börn með þess að mjöðmir. Ég ekki að djóka. Hann gæti núna bara Sverrir Bergman með 7 í útvíkun. Hann getur klárað það. Það bara 100% þannig. Og hann er með svona fallega mjaðmir og hérna Þú ert fann að lesa óþægilega mikið í mjaðmir þannig að Bergman fyrir þess að nótt eitthvað, sko, ég velta fyrir mér Þetta er bara að fara óþægilegt ángríð sko. Já, ég renni inn í Sverri. Ég ætla bara að svara þessu. Herðu, ok, Jón Gunnar Ég var bara að spyrja þess ástriðu nótt. Ég var ekki að tala um að renna eða neitt hannig. Nei, Auðun Blöndal eða Sverrir Bergman. Ég ætla að henda Sverri á bak. Já, það er bara með þess að mjaðmir, það seldi þetta. Auðun Blöndal þar því mér að horfa á þarna Nordica því að hvorugur valdi hann. Það er ekki bara að horfa á, sant sko. Val og reyn. Í annari spurningu er þessi: hvort myndur frekar fara í ristilspeglun einu sinni í viku út lífið eða þú segir ég er komin heim í hvers geti sem hún lærð hámark í samlífi? Guð minn góður maður. Geggjaði kostir. Já, Rikki á ekki að sjá hennar lið sko. Góla ég komin heim í eins og ég vitna nú í við minn í samlífi sko. Ristilspeglun einu sinni í viku. Þú þarft alveg að fasta alveg í ykkur sko 2-3 sólarhinga. Þannig að þú nærð að borða í 4 daga og síðan getur ekki 3 það sem eftir er. Já. Og hversu reit verður þessi ristill? Bara eftir 3-4 viku bara. Það verður heldur reitt. Síðan er sett kæfli. Og þú þarft í rauninni að segja í stunni ég er komin heim og öskra það svona. Já, hversu þreytt verður það með gömlutu nokkra dagar? Það verður mjög þreytt. Mjög þreytt. Ég tala nú ekki um ef eitthvað tíma þið skilur detta á laust þá eru þið í vandræðum. Ég ætla að hendi mér í speglunina. Ég ætla bara að vera með þarmaflóru frá himnaríki. Það er bara að standi þessu í hver einustu viku. Ég get ekki verið að góla Óðinn Valdimars bara hvert einasta skipti sko. Það er bara ekki hægt. Það er bara áfram Íslandi. Gleymdu þessu sko. Það er ekki bara hendi vikingaklapp líka. Já, ég ætla að taka hennar skell. Ég ætla að garga. Ég hef komin heim. Ég nenni ekki að fara í þessu speglun. Ertu til að gera það fyrir mig? Hvernig myndur þú gera það? Nei, bara alls ekki. Ég nenni ekki að heyra það heldur sko. Herðu, við ætlum að fara í númer 3 og það síðasta. Hvort myndur þú frekar kissa eigin hægðir einu sinni eða taka ókunnar hægðir upp með berum höndum? Ríkard, ég veist. Þetta er bara, Rikki sér þetta í dag. Þjóðin veit að þetta verður svona. Það er enginn að hlusta núna og er hissa. Hvað er að, Ríkard? Það veit allir þetta er svona. Kissa eigin hægðir eða taka upp ókunnar hægðir í hendunar? Ég meina, má ég taka upp kúk og bara, hvað ég gera við hann? Hvað gerir ég við hann kúk sem ég tek upp? Þú bara hendur honum? Já, má ég hendur honum og þú mér hendur honum síðan það? Mögulega, já. Já, þá vel ég það. Já, ég ætla að velja það líka. Ég er ekki að kissa kúk. Nei. Hvað er þetta? Það er enginn að, þetta er bara Já, það er bara hvað Ríkard. Já, bara miklu meira það sko. Þetta var hvort myndur þú frekar. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það er föstudagur í dag og við strákandir í gír. Sólin búin að skína glatt og já, það er bara bjart strákar eiginlega bara hvað til 8 á kvöldin. Sem er yndislegt. Já, vel þreytt að myrkur. Já, myrkur er mjög þreytt. Janúar, febrúar, snjókom á hlið og bara eitthvað svona ofsa viður á leiðindi. Já. Ég er lítið þar. Já. Gilsarinn, hann já, þú reyndar alltaf undir sólhlíf þegar þú ert í sólöndum. Já, náttúrulega fáru veikur þegar kemur að því sko. Ég gaman að vera í hita samt. Já, en ekki hita en ekki sól. Og ég gaman að sólni, þú sé ekki alltaf í henni sko. Þess að ég horfði út á glugga núna að sé sólinn á þróttaramerkinu að gleða mig. Já, ég held þú sért að rauðhærður í feluleik. Já, basically sko. Þú þólar ekki sól. Þú ert áskil Kolbeins skýrhausana. Strákar, ég ætla að henda ykkur í eitthvað sem heitir vondaðið. Já, eðlislegt. Uppáhaldið mitt. Já. Ég ætla að henda þér, Egill, við ætlum að byrja þér. Þetta er rosalega vond. Já, þetta verður mjög vond í dag. Ég get bara sagt þér það strax. En point er þetta á að vera vond, því þetta heitir vondaðið. Já. Ég ætla að henda þér, Egill, á tannlæknastofu. Þú ætlar að hringja á tannlæknastofu. Þú ætlar að biðja um fyllingu. Nema þú ert ekki að biðja um fyllingu í tennur. Já, frábært. Þú veist hvað við höfum farið í hér áður. Þú ert að biðja um fyllingu í... Getur þú sagt það fyrir mig? Já, vantar alltaf að fylla með raskat eða ekki? Já, ég veit. Frábært, þetta er bara syngja í tannlæknastofu og byrja fyllingu í raskatið. Þetta er eini mínu sem þegar Rikki stjórnar, hann setur það svona kjafta. Já, hann er fárveiku þegar kemur þessu vondaði. Herru, og svo bara strax í kjölfarið þá ætlum ég að henda þér á vinkonu mömmu minnar
og þú ætlar að biðja þrif Jón-Gunnar og þú veist hvað þú ætlar að láta þrífa? Hún vinkona móðin að fara að þrífa með raskati. Já, þetta mjög Ekki svar. Egil, þú byrjar. Ertu klár, Egil? Nei, alls ekki, en ljúkum við sáf. Tannheilsa, góðan dag. Já, góðan daginn. Ég ætla að athuga með fyllingu hjá okkur. Já, hefur það verið hjá okkur áður? Nei, ekki verið hjá okkur áður. Ekki verið hjá okkur áður? Nei. Sko, það næsta sem ég ætti, það mándagen 25. mars. Já, mándagen 25. mars. Ok, og þið hérna sjáum fyllingar. Já, allt. Já. Bara svona almennar tannlækningar. Já, bara með tannlækningar. Það er einu fyllingarnar það ekki sem þið gerir þarna það ekki. Nei, við smíðum líka á Stefán setur implant og öllu sem að snýra almennin tannlækningum. Já, ok. Svo er Stefán sérfræðingur í munnholi. Það er nefnilega fyllingu en ekki tennunnar. Býttu, hvað meinar þið? Ég þarf að hérna láta, það er fyllingu sko. Tannfyllingu eða ekki? Nei, nefnilega ekki sko, ekki tannfyllingu. Þetta er bara tannlæknar. Já, ok, það er nefnilega hérna nátt að fylla með raskat. Það er ekki rétt þetta. Það er ekki búið. Það er ekki búið. Það er ekki búið. Herðu, það kellaði samt fyrir liðilega heitin. Takk fyrir þetta. Nú þetta búið, Richard. Ég veit, ég satt það alltaf við þig. Ég hef alltaf satt að þig að þetta sé búið. Þetta setja eitthvað í raskati á sér að fylla raskati. Það er búið nú. Sko, þetta er óþægilegt. Ég finn svona að leku dropinu baki á mig núna. Svitadropi. Þetta var fyrstla. Halló. Já, halló. Er það Klara eða? Já, er hún. Já, sæl Klara, Jón-Gunnar heiti ég. Þú ert að taka þér alls konar þrifið það ekki? Jú, Já, vinna hratt og örugglega. En er einhver verkefni sem það ekki tekið að ykkur? Hefur einhver verkefni verið vonlaust eða? Nei, við höfum nú ekki lent í því. Nei, en eflaust lent í ýmsu. Já, við höfum sko lent í ýmsu. Já, ég er í vesinni. Nú, hvað er vesinni það? Ég þarf að láta þrífa með raskatið. Hvað er þetta að segja? Er ekki allt í lagi með þig? Nei, það er nefnilega ekki allt í lagi með mig, Klara. Já, nei, farð þú þá bara á hjúkrunarheimili. Já, verður með eitthvað gott, eitthvað sérstætt sem benda á það? Og þú getur farið upp á skjól. Upp á skjól? Já, Hrafnistu. Já, Hrafnistar hljómar þetta mjög, er ekki bar þar? Jú, það er bar þar, þú getur verið þar. Já. En ég tek ekki að mér að þrífa raskat á kallmönnum. Alls snar hætti. Þú hætti? Ég hætti, ég gerði það eitthvað áður fyrir en ég gerði það ekki meira. Já, takk fyrir, ekki meir. Já, og komið nóg. Já, komið nóg og þó fyrir hefði verið. Þó fyrir hefði verið. Hörru, takk Klara. Ekki máli. Já, bye. FM 957 kynnir veitingastað vikunar. Hvað hugsar þú þegar ég segi alvöru pönnupizza eða ómótstæðilegar ostafylltar brauðstangir? Já, það er rétt. Pizza Hut er veitingastaður vikunar á FM 957. Pizza Hut er nú á 2 stöðum, í Smáralind og Staðarbergi Hafnarfirði. Pizza mánaðarins er eðlan. Stór girtileg pönnupizza hlaðin með Doritos, salsasósu, kjúkling, rjómaosti, rauðlauk og jalapeno. Smelltu þér inn á Facebook síðu FM 957 og skráðu þig í léttan leik. Alla vikuna drögum við út heppna hlustendur sem fá ljúffenga máltíð fyrir 2 á Pizza Hut. Veitingastað vikunar á FM 957. Er komin tími á smurningu? Hraðþjónusta Toyota Kauptúni. Hvar verður þú þegar Gunnar Nelson raskellir Leon Edwards á laugardaginn? Einmitt, þú verður í Keiluhöllinni Egilshöll. Tryggðir borð í síma 511 5300. Við minnum á að 5 í fötu er svakalega 2005. Við erum með 6. Áfram Nelson, áfram Ísland. Keiluhöllin Egilshöll. Tölvur og fylgihlutir. Frí heimsending. Computer.is. Langar þið að fá ísbjörn í húsdýragarðinn? Já, mig líka. Þangað til það gerist, þá læt ég Walk-On duga. Walk-On Borgartúni 29 og Smáratorgi Kópavogi. Hollur og ferskur asísku matur.
Skópartí í toppskónum allan mars. Falinn fjársjóður af öllum flottustu merkjunum. 50-80% afsláttur. Toppskórin Smáratorgi og toppskórin Grafarholti. Prófaðu nýja steikarbátinn okkar með rjúkandi nautakjöti og gómsætri bernesósu. Þessi alvöru. Sjáumst á Subway. Hvar verður þú þegar Gunnar Nelson raskellir Leon Edwards á laugardaginn? Einmitt, þú verður í Keiluhöllinni Egilshöll. Tryggðir borð í síma 511 5300. Við vinnum á að 5 í fötu svakalega 2005. Við erum með 6. Áfram Nelson, áfram Ísland. Keiluhöllin Egilshöll. Langar þig í nammi? Það 50% afsláttur af nammibörnum okkar frá förstu degi til sunnudags. Æsland opið allan sólarhringinn. St. Patricksdagurinn verður haldinn hátíðlegur laugardaginn 16. mars. Ísk stemming og tilboð á öllum helstum börum bæjarins. Mætum, gleðjumst og fögnum saman heilugum Patrik. Þið hafið beðið lengi eftir þessum og nú hann loksins kominn aftur. Bacon Towerborgari á KFC. Fáðan í máltíð með 3 hotwings, frönskum gosi og páskasmakki frá Góu á 999 krónur. KFC. Skópartí í toppskónum allan mars. Falinn fjársjóður af öllum flottustu merkjunum. 50-80% afsláttur. Toppskórin Smáratorgi og toppskórin Grafarholti. Go Snow. Rjúkandi nautakjöt á glóðuðu brauði með gómsætri bernesósu. Ertu búin að prófa steik og bernes? Sjáumst á Subway. Býrð þú við myglaðar aðstæður? Pantaðu mygluþrif hjá Nostra Restingu. Nostra.is. Glútenlausir pizzubotnar. Black Box Borgatúni. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. Hlustaðu á okkur allan heim á netinu eða í FM-appinu. FM 957. Það held ég. Þið eru hlusta á FM 957 og það 15. mars og menn eru vorni og menn eru léttir. Hvernig segja það? Jésús menn. Vorni. Vorni, já. Vorni. Það vor. Þú fattar upp á þessu gilsari. Já, vorni. Vorni. Hérna, ég kvíði fyrir núna. Nei, samt ekki þessu. Þetta spurninga. Þetta eins eðlilegt og verður. Já, þetta ekki spurt og svara bulli. Nei. Og þetta King of Being a Boss. Þó hann sé veikur, þá hann ívið minna veikur þarna. Já, spurninga hérna líka, þetta King of Boss, þetta gæti verið eitthvað sem hann langar að vinna. Já, þetta skemmtilegt. Ég held ég takk þetta. Þeir eru báðir, mér finnst báðir frábæri riðmenn. Þannig ég myndi segja þetta verið 50-50 fyrirfram. Það vanalega finnst mér ég að sjá oft, ok, þessi vinnur. Þú veist, núna ég bara, ég veit ekki hvað tekur það. Nei. En, ef við ekki bara að keyra þetta í gang. Keyrum þetta í gang. Fæ ég eitthvað trailer það? Það er svona eina góða við að Pú í fríi. Þá færðu trailerina. Þá ég fá trailera. Það er svona... I'm gonna ask you a question and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. Það er svona reyður í þessum trailer. Answer the question. Já. Og þá skulum við bara byrja þetta. Klárir. King of Being a Boss. Ég með 2 yfirmenn. Ríkharður Guðnason yfirmaður minn hérna á FM til dæmis og Tettmenn yfirmaður á til dæmis Black Box. Þannig að nú ætlum við að byrja þetta. Þetta eru margar spurningar, þannig að ég þarf að taka svolítið tempo á þessu. Ok. Golf var mikið á sumurinn eins og flestir yfirmenn gera? Já. Wonder Richard. Ég verð að segja nei þarna sko. Ég var að golfa, það búið að minka verulega. Þú ert ekki svona en típiski yfirmaður sem golfa mikið? Nei. Það er bara svo leiðis. Hefurðu rekið eitthvað? Já. Glæsilegt. Var það ekki gaman? Nei. Alls ekki. Já, það lítur að vera veistla. Alls ekki. Er það mest mögulega veistla að reka þig? Siggi, hvað er það sinni inn? Gæti þú gerir? Hvað? You're fired. Hvernig myndið þú reka eitthvað nú fjárþjóðum?
sem var þetta geggja koncept. Nákvæmlega svona. Ég væri sannlega líklega til þess að reikinu fjárþjálun hjá hann. Já, stendur á viktinni. You're fired. Ég hef aldrei reikið neitt. Ég hef þolinmóður. Já, mjög gott. Sko, hefurðu reikið eitthvað? Þetta er sama spurning, þetta er twist. Okay. Hefurðu reikið eitthvað verið það drunk with power eftir á að þú bóst beintin á salerni og hristir þig? Þetta er ekki sko. Sama spurning with a twist. Og þetta er twistið. Já, alveg sko. Þetta er twistið. Já, það er sko menn voru peppaður og já, heldur maður að sé peppaður að reka eitthvað neðilega? Nei. Drunk with power. Það er svo langt frá því. Drunk with power, svo hleyp maður bara ná klósett og hristi sig. Nei, ég verð að hendi nei þarna. Já, ég held ég þurfa að henda á nei þarna. Tímiður. Voru litlir í ykkur eftir að hafa reikið ykkur? Já, ég fór allavega ekki inn á closet drunk of power og hristi mig. Lítill eða ekki, ég er bara alveg rólegur þarna sko. Sko, það er 2-1 fyrir Richard. Hefur þið fagnað góðum árangri í vinnunni með kampavín á Japp-klúbi? Hvað er þetta? Ég held að þetta væri aðeins eðlera. King of being a boss. Nei, ég meina, þetta er bara eitthvað versti yfirmaður. Svo man maður bara það. Mér langar ekki að vinna þetta. Nei, ég hættu við að vilja vinna þetta. Herðu, ég verð að hendi nei á þetta. Já, nei líka. Drunk with power á Japp-klúbi, frábært. Ná, ok, þið hefur ekki fagnað góðum árangri í vinnunni. Ekki á Japp-klúbi, nei. Oft fagnað góðum árangri í vinnunni, en bara ekki svo þú. En þú, heimilið þetta var nú eins og Japp-klúbur eins og niður, Ríkard. Já, það var nú bara þín skoðun. Mástu þegar að Rikki var að skauta íbúðuna sína þar síðustu jól. Það var eins og hann breytti húsinu sínu í Japp-klúb. Já, það er hárið rétt. Var það ekki asísku tóttkover, þetta er Japp-klúbu núna? Getur þú verið ákveðið, skýr hausinn. Ok, hörðu, það er enda 2-1 fyrir Richard. Hefur þú þann luxury að geta setið eins lengi og þú vilt á dollunni þegar þú ætti að hæja þér og enginn töðar í þér? Ha? Þetta því IKEA til dæmis, en menn voru lengi að hæja sér og kom átt lagarstjórun svona að banka upp. Siggi! Þú ert að stikka á! Og það menn voru bara eitthvað að slaka á. Og með þess að það var einn gæi sem var mikið að hæja sér. Hann var eldur einsunni inn í eldús í IKEA. Er þetta löglegt það? Hann var eldur auðmanni meðan hann var að hæja sér og hann stóð fyrir utan klóstið svona horfand á klukkuna þegar hann glappaði út á klóstinu. Hann var að það lengi að hæja sér. Já, ég ætla að segja já bara við þessu þó sé ekki að elda mig og það er enginn að berja nýr hurðina þó ég sé bara slakur á dollinu sko. Það er alltaf enginn að tuði mér ef ég fyrir á dolluna. Nei, sama hér. Það er sant, sko, þið takið því sjálfsögur hlut. Það eru margir hlustar núna sem eru lagar gómar og svo vöðungi var. Það er tuðað í þeim eru lengi að hæja sér og ofta að hæja sér. Herru, það er ekki tuðað í mér og ég myndi ekki tuðið neinum og það er bara best fyrir alla, enginn eldi mig inn á klósetti þeirra vegna. Já, góða punktur, hugsa þjóðuna. Þið eru eitthvað góður í þeim en ég sé það bara, það er samt að 3-2 og hefur girt niður þig 4 daga í röð like a boss. Yes. Þetta er ekki í alvöru. Hefur þetta er bara basic spurning. Girt niður 4 daga like a boss. Like a boss. Bara stammar þetta Akkur er, já það þetta er 100% punktur. Ég verð að hendi já á þetta. 4 daga í röð. Júms kraftur er í gamla. Ég get ekki verið minnum áður, já. Já, ég vissi að það var, ég var lengur búin að skrifa punktu þegar geta sko. Ég var bara eina spurning, ég var bara spurning með Richard. Ertu það heppin að fá að vera yfirmaður vöðvingjans? Já. Það er punktur. Ef heppni má kalla, en já, það er þannig. Ég er mjög fegin að geta svarað þessu nei. Sko, Tepp, þú er trailing. Það er 5-3 fyrir Richard. Já, og það var að rífa það í gang núna sko. Ég er ekki yfirmaður þinn, því bara fagna. Hefur þú sprengt í starfsmann? Þú veist, þetta er akkur maður að hlæja þessu. Það er eiginlega versta sko. Fyrsta lagi er þetta mjög algengt að yfirmenn er að sprengja í starfsmenn. Þetta gerist reglulega. Ekki tala svona. Hvað? Þú veist, tala hvernig? Sprengja í Nei. Nei, ég er ekki sprengt í starfsmann. Nei. En takk fyrir að spyrja. Já, það var ekki great. Það mátt sprengja í mig og vilt. Nei, ég er bara mjög feskur. Þá er ég búin að því að það fengir punkt núna. Er næsta spurning, hefur þú sprengt í gilsan? Nei. With a twist. Já, með þetta twist. Já, sama spurning. Ok, hefur þú það heppin að sprengja í gilsan? Nei. Hefur þú staðið upp á borðið á biffanum dansandi like a boss?
Það verður að hendi á hana. Já, punktur á Richard. Staðið upp á borði á biffanum og dansandi. Ég hef ekki staðið upp á borði, en ég hef staðið upp á biffanum like a boss. Þú hef ekki farið á borð? Þú var upp á stól eða? Já, nei, bara Nei, þetta var ekki borðið, þetta var stóll. Já. Ég séði alveg fyrir mér ekki upp á borði. Nei, ég fór ekki upp á borði, ég er að ljúga því. Já, ég minna vinni því að standa upp á borðum hér þegar ég komin í glas. Biffanum eða annar staðar. Ok, þá er það 5-3. Hefur sagt við kallkyns starfsmann, það er ekkert mál fyrir því að fá launað einhvern vinnur, komið svo með smá þögn og renniðu buxnaklöfinni. Herðu, já, þetta var spurningakeppni Gilsarans og við höfum bara áfram. Fílíkur viðbjóður. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, try to leave it behind. One drink and you're out of my mind. I'm not picking up, baby I'm on the high and you're alone going out of your mind. But I'm here up in the club, and I don't wanna talk, so don't call me up. FM 95 blöð hér á FM 957 og strákanir hér í góðum gýr. Þökkum kærlega fyrir hlustun og við ætlum að launa ykkur með frábærum þætti það sem eftir er og við ætlum aðeins að skipta gýr. Ég held að ég hef unnið þessa spurningakeppni áðan. Rétt. Já, þú ert geggjaði boss. King of being a boss. Já, ég er mjög fein að tapað. Frábærið maður. Þurfti hins vegar að kötta á síðustu spurninguna. Ég þurfti að setja fótinn yfir þar. Ég átti eina eftir síðan. Bara fínt að klára þetta þar. En ég ætla að fara með ykkur í skemmtina lið sem heitir Hvor ykkar. 3 spurningar og þið eigi svona að segja svona hvor ykkar ef Jón Gunnar ég segi til dæmis hvor ykkar meiri nammifíkill þá þú að segja ef þú heldur að þú sett meiri nammifíkill þá viðurkennur það. Það er tett. Maður þarf að heiðalur. Já, þú ert að vera heiðalur í þessu. Mjög svo einlægni. Blöðabjóðanan lið til. Já, mjög skemmtilegur. Mjög skemmtilegur. Hvað eru búin að þekkjast lengi strákar? Það er ykkur, hvað var spól aftur? 12-14 ár, ish. Já, ég er bara að þekka Hjörvar náttúrulega lengur var flokkstjóri yfir þeirri steik í úlingaunni. Já, þú varst flokkstjóri fyrir 100 árum. Já, þú varst ekki því, hvar varst þú þá? Sigurðan Kjartansson var flokkstjóri á mér. Já, veistla. Það var rosalega flokkstjóri. Var bara kameri bara alla daga eða? Nei, hann var í fílu alla daga og sagði ekki orð. Já. Hann hataði mig. Skrítið. Það er bara, ég var frekar óþolandi krakki. Já. Varstu leiðilegur? Nei, ég var bara, þú veist, hress og hann var ekki hress, hann var ekki að nenn að vinna í og vera yfirmaður í húlingavinnunni, sko, hann endi ekki. En hvernig var Hjöppi, hversu latu var hann? Mjög. En það ekki? Jú. Langaði þið eitthvað tíma bara að segja við Hjöppa, Hjöppi, you're fired. Já, ég hef þetta að taka það. Já. Paldi, þú byrjar að yfirmaður bara fyrir ykkur 20 ára síðan, yfirmaður í húlingavinnunni. Já. Það búin að vera boss lengi. En við erum bara þekst ykkur 12 plus 12-14 ára. Þá þekk ég allavega hvernig hann er svona þokkalega við. Herru, þá fyrir við í fyrstu spurningu. Hvor ykkar stynur hærra? Já. Sko ég hef gist með Ted. Gisti með honum erlendis og vorum á knattspyrnuferð. Hann að stynja þar eða? Nei. Hann var ekki að stynja þar. Og ekki Egill heldur sem betur fyrst. Það er ýmislegt sem ég hef áhuga á hér í lífinu. Egill litli Einarsson að stynja er ekki eitt af því. Við kúruðum saman félagarnir, sko. Já, einmitt. Og Geirdal hrítur ekki, sem gleður mig. Ég er mikið að ferðast með mönnum erlendis sem hrjóta mikið. Já, ég er ekki þar. En hann séu bara svo unga barn. Ok. Og þannig ég held út að Tetman, út að hann er með, sko, hann er mjög góð, hann hleypur 10 km í 40 minnum. Hann er í góðu formi. Já. Og fínt stamina. Já, og getur verið lengi á háu tempói. Þannig að ég held að það heyri svolítið í mínu manni þegar komið hann á svona síðustu metrana. Í hvað umræður er komin að stínu? Og ég held að ég verði að tippa á Ted. Ok. Já, ég tek þetta. Þú tekur þetta? Ég tek þetta á Hvernig ertu svona stynja? Svona? Næsta var spurning bara, það er frábært. Spurning nr. 2. Hvor eitthvað plantar sér oftar? Egill. Það er heldur land sem ég plantaði með síðast. Það var alltaf gaman. Jón Gunnar á þetta orðatildæki að planta sig. Já. Þegar maður búin að taka kannski 2 bjórum og mikið. Þá vil Jón Gunnar meina að ég planti mig. Og til þess að útskjæra lausnin þá átti Egill til með að hver út í eitthvað hotna á okkur stöðum og leggja sig. Já, og standa bara. Nei, ég legg þú eiginlega legguð ekki, þú ert svona alveg við það, þú dansar á okkur í línu
og þessi plöntu lína svolítið Egils. Ég er bara standandi svo planta. Já, hann bara stendur og það mölvaður, hann getur ekki hreyft sig aftur og bakið áfram, hann bara standa. En í rauninni deyrið ekki. Ég sakna þess að planta mig, nú maður það sko. Það er allt og langt síðan ég séði planta. Já, ég er bara skita. Þetta er ofsættilegt. Maður er fann að passa svo mikið. Já, nú bara eitthvað dagdrykja og svo bara komin upp á hótel. Já, en þetta er, þetta er ég. Já, 100%. Veistla, síðasta spurning í hvor ykkar og svona aðeins, ég ætla að segja þetta sé alveg eins og spurning nummer 1 with a twist eins og Egil sagði í spurningakeppnina. Frábært. Hvor ykkar er graðari? Nú eru þið báðir mjög graðir. Af hverju vissi ég að þetta er að koma? Ég er bara glaður að ég er bara 4 ára batt sko, sem er hlusta núna og veit ekkert hvað þetta orð er. Paldi ég að gríslingur á hann eldri og hlusta núna. Já, akkurat. Ég 15 ára, 11 ára, 4 ára sko, ég er bara með heilan leikskóla og grunnskóla að hlusta sko. Þannig að stórkostlegt. Þannig að svara þetta basically ekki spurningunni. Sko, ég held að þetta sé, þú veist, þetta er mjög heimskuleg spurning sko. Já, nú okkur. Út af þú heitir Horny Ted. Þetta heit ekki Horny Ted. Þó að lagar gómurinn í IKEA sem er að vinna í sporthúsinu hafi sagt þetta ykkur helvítis útastætti. Sko, Jón Gunnar horfir á fólk sko að vera ólétt sko. Þú veist, Ég get bara ekki neitast því mér. Ég er bara Ég þarf að velja Ted. Ég horfi á fólk og það verður ólétt. Þetta er bara besta sem ég heilt í dag. Þetta var hvor ykkar. Skemmtilegt og ég segi sjálfur frá FM 95 Blö á FM 957 Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. FM Topp tónlistastöðin. Þegar við sérist like tól eftir myrkur og ég tekka mér þessi vissi að ég myndi fara langt. En þegar við sérist like tól eftir myrkur og ég tekka mér þessi koronu klingur. Ég horf á hana og ég allt þetta skilið. Vangaveltur ég nóg fyrir ykkur, ég nóg þegar við sérist like tól eftir myrkur og ég tekka mér þessi koronu klingur. Ég horf á hana og ég allt þetta skilið. Vangaveltur ég nóg fyrir ykkur, ég nóg fyrir ykkur, ég nóg. Á strákar sem eru búin að eiga markaðin getum við sagt, herra hneytus mér einn af þeim. Þetta er Vangaveltur, FM 95 Blö hér í fullum gangi. Föstudagur er 15. mars og það er komið að Agli og þú ætlar að sjá Cash í dag. Rétt, ég er með Cash og ég verður gaman að sjá hver tekur þetta. Svona hver tekur þátt í þessu og hver ætlar að þykja sér budduna. Er þetta settlegt? Já, þetta er nokkuð. Já Potið ekki. Já, þetta er alltaf settlegt að það er ekki búin að vera með skortmyndur frekar. Já. Þá er þetta alltaf nokkuð eðlilegt sko. Ok. Myndur ég þetta kúkloku fyrir 15 miljóna eingreiðslu? Já, akkurat. Mjög settlegt. Voru við ekki að ræða þetta? Við vorum að ræða þetta áðan sko. Sko, kúkloka. Maður spyrja, hvað er kúkloka? Það steikar loka with a twist. Það er bara svo kjúklingloka. Nefnum best að vera kjúklingur með kúk. Þetta er basically samloka með kúk á milli. Já, basically. Kál og tómatar og laukur og kúkur. Akkur varst ekki með þetta? Egil, hvernig búið þið samloka bara svona þetta? Akkur varst ekki með kúkloku? Ég skilja það ekki. Það er óskiljanlegt. Egil, maður spyrja, hvernig verður fertur? Kortir 13. maí á næsta ári. Já, akkurat. Það er marga fallegt það? Já, það er mjög líklegt að gera það. Fyrir 15 miljónir eingreiðslu. Þetta er 15 miljónir inn á reikningin og þú getur henn á kúkloku og sem ætti að taka þig, þetta er í 5-6 mínútur. Ég ætla bara að segja nei sko. Já, ég verða að hendi í nei. Ég ætla ekki að borða kúk. Ég gæti þetta ekki. Áðan átti ég að kissa kúk. Nú er ég að borða. Það er brauð. Sikkur megin við kúkin. Já, ok, það er brauð. Bara sign me up. Já, ok. Þú elskar brauð tett sko. Já, ekki með kúk samt. En fimur, ekki fyrir 15 miljónir. Myndirðu fyrir 50 miljónir fá þér tattoo af Justin Bieber á mjóbakið? Fyrir 50 miljónir?
Allan daginn Alltaf Bara bípmasína mjóbakið Auðvöldasta spurning allra tíma 50 milljónur, ég með eitthvað bíber tattu á mjóbakið Þá getur þú farin í söndrykki og með bíber og mjóbakið Og hvað þú gera? Það fyrir 50 milljónur en borða kúk fyrir 15 Já, þessi farið heim með einhver hefnum gæja og farað 4 og hann horfandi á bíber og mjóbakið það er ekki alveg Akkur gæja? Segum hvenær Hver er hann hommið með þessu líka? Nei, bara segja að það var í vandræðilegt Hörru, ég fyrir sönd og ég með bíber tattu á mjóbakinu Ég á 50 milljónur, bara mér er alveg sama Núna væri maður til í að drulla cash þegar ég var til að sponsa þetta tattu og ef að Bjöggi Tór var hlustað sem var bæðið að keyra sig upp Forbes-listan daginn Alltaf Bjöggi Tór og Bjöggi minn, ég veit út að hlusta þú varst að keyra upp Forbes-listan daginn þú finnur ekki fyrir 50 kúlum til að sponsa eitt bíber tattu en Já, það er 100 kúlur ákveð báða Já, 100, ég til Það má vera stórt og hægt Gæti ekki meira saman Myndirðu greiða 25.000 krónur á mánuði fyrir að Kolbari koma heim til þín 2 svari viku og baði Hæ? Á ég Byttu Á ég að borga fyrir að hann baði mig? Sko, þetta er þetta listgrein Höfum þá að reyna það er ekki Íslandingur betri að baða en Kolb Hvernig veist þú það? Eins og fræktur orðið Það er bara legendary Hefur hann baðað þig? Nei, en það er umtalað að hann sem er góður í að baða Hann baðar vel Jón Gunnar, hann baðar vel Ég ætla ekki að útskýra það fyrir honum Það er börn að hlusta En hann er góður baðari Er hann að nota svamp og Já, hann er með bara öll lífsins þægindi Þetta er alveg geggja tími fyrir Þú lett að baðinu 25k á mánuði Já, hann kemur heim til þín 2 svar í viku og baðar Þú bara svo lítið barn í baðinu Ég ætla bara að spara hann 25 og skalli eitthvað annað Já, ég er spæðis í þetta Eða ekki? Jú Gaman að Kolbi heim svo líka Og láta hann baða þig Já, okkur ekki, það er kósi stund Herðum, Þetta fór út í eitthvað sem ég bjóst ekki við En þetta var myndur fyrir Cash með Gilsarunum Á FM 95 Blö, á FM 957 Eva Max og Sweetbot Psycho Við erum komið góðan mann og línna maður sem að í rauninni ætti að vera í þættinum hérna strákar En hann er stattur í tökum Við fáum að lána hann í nokkara mínútur Egill, hvers vegna? Já, út af því hann er UFC sérfræðingur FM 95 Blö og ég þarf að vita ákvæði að veðja og ég þarf að svara Steinþór, hvernig ertu? Herru, ég er fyllandi fýtt og fróandi góður, hvernig eru þið? Við erum aldrei Geggjaðis Herru, sko, málið það, ég held ég myndi aldrei segja þetta, en ég er farin að sakna ykkar. Já, það er svoleiðis. Fallega sagt. Það er mjög fallega sagt. Til hann ekki með dagir ekki, fyrir dag. Takk fyrir kútsur. Hvað á þetta bolludeginum? Já, hann... Hvernig er svo lattadagunum þinn? Hérna, Rikki, fegstu eitthvað að skrýða på eldhúsborðið með fyrir dag? Herðu, hérna við erum að fara að tala um UFC-barða þetta á morgun. Það er 100% ekki það. Málið það strákar, þú veist, það getur náttúrulega bara engin unnir í þessari viku. Þegar Gunnar fara að fæta, þá er allir bara einhvern veginn á nálum og með hnút í maganum og... Ég er á vel stressaður. Já, þetta er, sko strákar, þetta er náttúrulega lang stæsti og mikilvægsti barðaðinu Gunnar á ferlinu. Já, það er svolítið. Við erum að byrja að ræða það því að þetta er þessi gæi, hann heitir Leon Edwards og hann er nýbúinn að vinna Cowboy, hann er orðinn nafn, hann er rankaður í 10. Og Gunni hefur aldrei náða að sigra topp 10 gaur áður, þannig að hann er alltaf verið stöðvaður á þessum tímapunkti og þessi gaur er búinn að vinna 6 barða í röð og hann er þekktur fyrir að gera bara nánast engin mistök, bara engin. Hann bara drullar ekki á sig. Nei, hann er leiðilegur sko. Hann er, þú veist, flest allir barðarnar sem hann farið í dómarákvörðun eða þú veist, sko bara tekur þetta 3 lóturnar og vinnur á stigur. Hann á einhver rótök, hann er alveg rótari en hann er ógeðslega svona, hann bara spilar þetta örugt og gerir eiginlega enga galla og hann var að koma með risastóra yfirlýsingu í gær á blaðamannafundi þar sem hann sagði fólki að því ætti ekkert að bræða mikið ef hann myndi tjóka Gunna, ef hann myndi submitta Gunna. Já, en hvernig er þessi trúður í gólfinu? Sem er náttúrulega bara kjæft að hann er, ég held hann sé fýtt sko, ég meina hann kefti við til dæmis Úsmann sem er núna veltivittameistari og var að vinna Tyron Woodley bara fyrir mjög stuttu í Vegas. Hann kefti við hann tapaði mútið honum síðast og það var 2015 og hann náði honum til dæmis ekki í gólfi að þú veist, hann náði ekkert að gera þetta vitið hann bara svona grænda hann og í rauninni eru menn að tala um að hann hafi bara staðið sér besta mótunum af öllum.
En hvað þarf Gunni þá að gera? Hvernig lokar Gunni þessu? Málega, þetta verður bara mjög skeri barndagi, sko. Þú veist, Gunni þarf náttúrulega að ná hann niður. Það er alveg, ég myndi segja að vera alveg 100% að þyrta að ná hann niður og hvort að sé með einhverjum, óvæntum höggum eða bara keyra hann upp í búrið. Gunni er náttúrulega búin að vinna mjög mikið í styrtaræfingum og í wrestling og svona, þannig að hann er farin að geta rifið menn upp og hendi niður sem er svona nýtt. Já, ég verð til að sjá það. Rífur hann upp, skellur hann þegar ég gjör það. Ég verð til að sjá það líka. Það er náttúrulega geggjað. Ég held þetta verði stráka bara 3 lótu bardagi sem er bara ógeðslega erfiður og að verð fyrir eiginlega bara svolítið eftir hver er með starra hjarta, sko. Þetta segja mér að þessi Leon Edwards trúður er bara að fara að tefja þetta og að vinna á stigum. Já, ég ætla, ég er að búa mundir að horfa á bara stríð í 3 lótur. Það er það sem ég er að undirbúna. Það verði engin rótar og verði engin kistur. Það með að fyrir gamblarna úti að henda því að þessi bardagi fari í stígin, það er bara gott. Ég sko, málið það, Gunni er náttúrulega, hann komur óvart hann er mikill underdog í þessu, þú veist, hann er, ég held að segja eitthvað plus, þú veist, 300 favorite, hann er 200 favorite. Stöðlanir eru þannig, það er 1.71 á Coolbet, núna 1.71 á Leon, 2.25 á Nelson, hann er underdog. Hann er favorite þarna, Edwards. Já, hann er það og ég held að, sko, málið er að hann er það alveg, en ekki svona mikið. Ég held að þetta sé líka því að Bretarnir er að veðja á sinn mann, sko. Hann er heimamaður. Þannig að, en ég, þú veist, Gunni er að fara að taka þetta. Það er bara spurning hvort að þetta verði 3 lótur í alveg bara ógeðslegum erfiðum bardaga og þjóðin sé svitnandi á bakinu í korter, eða hvort að nái bara hreinlega að klára hann í gólfinu. Ég held að hann hafi aldrei verið kláraðar áður, sko. Sko, en hvað með taktík? Ég með taktík. Hvað með að taka trúðið niður og kirkjan í fyrstu lótu? Já, þetta er alveg nýtt. Hvernig hljóma þetta? Egil bara, þetta er bara komið. Formúlan er bara komin. Já, það er ótrúlegur sérfræðingur. Akkur er Egil ekki að fara út og vera í búrinu á Gunnar morgun? Já, ég skilja það ekki. Það væri alltaf veisla, sko, en þú sér það eins og Darren Till sem er að keppa er í main eventinu. Já. Hann sko, Leon Edwards er bara búin að vera að hamra því núna, bara síðustu daga bara, þegar ég vinn Gunna þá vill ég fá Darren Till eða sigurvegarinn í mainkartinu og hann er bara svona algjörlega að skauta fram hjá Gunna, hann er eiginlega ekkert að pæli, hann var að segja eitthvað í gæra, hann væri alveg að fókusa á hann er í rauninni ekkert að því, hann er eiginlega bara búin að vinna hann, sko. Hann segist bara að þetta verði bara ekkert mál, sko. Nánast eins og að hann geti bara lamið hann út á næsta bílastæði bara á hans blika, sko. Þannig að Gunni líklega bara fara að vinna hann að trúða á stigum. Það er svona gæti farið í það. Já, en það sem Darren Till sagði líka, herru, viltu ekki fara að fókusa hans á Gunna, kallinn minn? Hann er að fara að kirkja þig lög. Já, mjög ánægð með það komment frá honum, hann hækkaði vel í mínu bókum. Hann er að fara að kirkja þig. Eitt sem ég er að taka út úr þessu er það Steindi veit allt og mikið UFC. Þú ert Fortnite sjúklingu, veit ég, Steindi. Þú ert fyllibitta sem að býr á KFC. Byrju, hvað er... Ég er Reykjavíkumeistar í Fortnite, show some respect. Já, fyrir ekki Reykjavíkumeistar. Ég bara, ég skil það vel á hann ekki svona útsendingu. Þú er ekki tími í þetta. Sko, málega það, strókar. Hvað ert að fara að setja á þig? Ég er að spá í bara, málega, það er 4-20 á að Gunni vinni með sko KO, TKO eða disqualification eða submission. 4-20, það er hörku stuðull. Hendur á það. En ef við ekki bara play it safe félagarnir og velja bara Gunni vinni, sama hvernig þessi leik bardagi fer, bara Gunni vinni hennar bardag, hvað sé á stigum eða kirkjan eða hvað sem er. Er það ekki á mikið Volvo eða? Þú erum alltaf að hólkar á það að Gunni sé að fara að vinna, það er 100%. Já, ég setur hæstu upp hana þar. Hæstu upp hana þar, setur svo næst hæstu upp hana að hann sé að fara kirkjan í annar lótu. Ég fæ fína stöðul á það. Gunni Nelson. Settu næst hæstu upp hana að fara að vinna stigum. Ok. Þriðju hæstu upp hana, þú ert að fara að hólka svolítið núna. Þriðju hæstu upp hana að kirkja niður. Ég fæ stöðul 8.30 á Coolbet og hann kirkjan í annar lótur. Það er alveg stöðul. Það er helvítið hugulegt. Hendur klinkja á það, en taktu alveg smá á hann vinna stigum í þriðju. Ok. En þú værið náttúrulega algjörlega að hólka að hann sé að fara að vinna. Hann er alltaf að fara að vinna þetta. Bara Gunnar Nelson by decision, það er á stigum. Sko, þið verður líka að gera eitthvað að skrifa fyrir því. Ef við horfum aðeins fram á við, ef hann myndi vinna hennar bardaga, þá er hann kominn bara
in the mix, sko. Þá hann komið, þá vorum við loksis með Gunna, ég segi ekki titilbardaginn, þá vorum við alveg definitely með hann að hann að fara að fá risanarn, hann getur verið að fá Robbie Lawler eða einhvern, jafnvel rematch aftur við fokkin Pokémon, hann getur verið að fara að fá einhvern topp 5, 6, 7 gæja og ef hann myndi vinna það sannfærandi, þá okkar maður komið titil. Já, ég sé þessi Leon hann er kokki og það hljómar hann svo trúður, ég held að það muni kirkjan í annari. Þetta bara fljótt að gerast og ef hann tapar, við viljum ekki bara pæla í því, sko. Það gerist ekki. En takk fyrir að hugsa buddun okkar og hugsa buddunni á þjóðinni, þetta fólk að hólka sig núna á Coolbet að fara að betta, það er staðfest. Ég þarf að fá prósent af þessu rugliðinu. Já, það er aldrei veitnum mikið. Ég geði þér að Heineken. Hey, Túborg. Steinþór, gaman að heyri þér og gangi vel í tökum. Sömuleiðis. Rjúkandi nautakjöt á glóðuðu brauði með gómsætri bernesósu. Fáðu þér alvöru steikarsamloku á Subway. Sjáumst á Subway. Danska Kráin býður upp á lifandi tónlist öll kvöld vikunar. Sjáumst á Dönsku Kráni í kvöld. Den danske Krá. Langar þig að vinna ferð fyrir 2 til útlanda? Já, mig líka. Þangað til það gerist, þá læt ég Walk On duga. Walk On, Borgartúni 29 og Smáratorgi Kópavogi. Hollur og ferskur asísku matur. Argviðburðir í samstarfi Smirnoff kynna 90s Nostalgia í Listasafni Reykjavíkur laugardagskvöldið 18. maí. Í fyrra var allt vitlaust, en það var bara uppbytun. Framkoma, Real to Real, The Outlaw Brothers samt íslenskum 90s artistum og plötusnúðum. Ekki láta þið vanta í svakalegasta 90s party ásins. Nánar inn á tix.is/nostalgia. Hvað er best núna? Ananas. Krónan. The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub. Exo Jóðellhúsinu og Smáralind. Líklega besti hotli skyndibitinn á Íslandi. Milljónir helgina. Frábær hugmynd. Spilaðu með á næsta sölustað á netinu eða í nýja Lotto-appinu sem komið í loftið fyrir allar gerðir snjallsíma. Lotto. Leikurinn okkar. Nú getur þú sótt kreditkort í appinu. Íslandsbanki. Réttur dagsins í hádeginu. 1690 krónur. Bryggjan Brugghús. Saint Patricksdagurinn verður haldinn hátíðlegur laugardaginn 16. mars. Ísk stemming og tilboð á öllum helstum börum bæjarins. Mætum, gleðjumst og fögnum saman heilugum Patrik. Er borðplatan orðin gömul og lúin? Nú tækifæri til að skipta henni út. Það 30% afsláttur af öllum borðplötum í Bíkó. Exo Jóðellhúsinu og Smáralind. Líklega besti hotli skyndibitinn á Íslandi. Besti hvíti rússin í heimi á Lebowski bar. Argviðburðir í samstarfi Smirnoff kynna 90s Nostalgia í Listasafni Reykjavíkur laugardagskvöldið 18. maí. Í fyrra var allt vitlaust, en það var bara uppbytun. Framkoma, Real to Real, The Outlaw Brothers samt íslenskum 90s artistum og plötusnúðum. Ekki láta þið vanta í svakalegasta 90s party ásins. Nánar inn á tix.is/nostalgia. Hann kominn, steik og bernes. Já, þú heyrðir rétt, bernes. Sjáumst á Subway. Enski barinn með happy hour frá 4 til 7 alla daga. Sjáumst á Enska barnum við Austurvöll. Nýja Lotto-appið komið í loftið. Látt ekki app úr hendi sleppa. Orðagrín. En án gríns, þá þetta geggjað app. Lotto. Appið okkar. Við erum á 3 stöðum. Austurstræti við Miklubraut og Gnúðarvog. Líttu við. Dirty Burger and Ribs. Skrúfjárn, skrúfbitar, skralliklar og toppliklasett frá Vera. Verkvarasalan. Þú átt skilið betri pizzu. Black Box Borgartúni. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg léttöl. Topp tónlist. FM 957. Dancing with your silhouette in the places that we
trying to find you in the moon. Paris never feels the same when the streets all call your name. Ooh, so I hide in crowded rooms and I'll follow right down the river where the ocean meets the sky. To you, to you. Once upon a time we had it all. Somewhere down the line we went and lost it. One break at a time we watched it fall. Þú hlust á FM 95 blöð hér á FM 957 og þakkum ykkur kærlega fyrir það. Það er svona farið að síga á seinni hlutan hjá okkur en við eigum nú einhverja dagskaruliði eftir og til að mynda þann virtasta í þættinum frá upphafi sem eru sturlaðar staðrendir nefnum með smá tvisti. Það er einn hrossaskítur í þessum sturluðu staðrendum sem þið er að giska á, drengir. Einn móli sem er kjaftaði. Vindum okkur bara í þetta. Síðasta bifreiðin til þess að bjóða upp á segulbandstæki sem splunkunýr bíl var Lexus 2010 módel. 2010? Já, bara svo leiðis. Það var bjóða upp á segulbandstæki þar. Er það ekki nokkuð sérstætt? Maður haldi að það er bara miklu fyrir sko. Já. Kassutæki. Já, Lexusinn, segulbandstæki í honum 2010 módel, ákunnir típu á Lexus. Númer 2, það eru aðeins 4 tónlistamenn sem hafa náð lagi á topp 40 á vinsældarlista síðustu 4 áratugi tónlist. Það eru Madonna, U2, Michael Jackson og Weird Al Yankovic. Já. Náð þá á 80 eitthvað, 90 eitthvað, 2000 eitthvað og 2010 4 síðust áratugi. Það er ekkert annað. Weird Al Yankovic. Já, hann er reynda bara eitthvað sjúklega vinsældan í Bandaríkjunum bara fyrir að trúður sko. Það er listi sem hann er með. Ég ætla að sjá hann er ekki það. Af 2000 mann sem tóku þátt í könnun höfðu 42% af þeim samviskubit yfir því að slaka á í sumarfríi. Færð þú samviskubit, Gilsari, úr í sumarfríi og vart að slaka á mikið á? Nei, ekki séns. bara ekki er að sekundu sko. Nei. Maður er að slaka á í sumarfríi. Það er konseptið. Bara ferði frí. Kannski er ykkur að hugsa um vinnuna. Það er kannski bara að þú drullar vel í mataræðinu sko. Allir dagar ógeðslegir. Þá kannski myndum við að samskupið. Nei. Já, ok. En maður á að leifa sér alltaf, maður á að leifa sér í fríinu. Það fylgir því. Fáðu þið samanskupið hlustandi góðir að slaka á í sumarfríi. Þá eru þið eina 42% í þessari könnun sem svöruðu því. Númer 4, kafarar sem vinna við að kafa eftir golfboltum í Bandaríkjunum, semst í vötnum á golfvöllum og endursælið á er að græða upp yfir 18 milljónir á ári í árslaun. Að selja golfbolta sem fara í tjörnina? Já. Það eru kafarar, ákveðnir kafarar sem vinna við þetta. Já. Og þeir semst eru bara með svona sérstætt license. Þeir með að kafa í tjarnir og allt á golfvöllum. Þeir með að segja endurselja boltana. En hvað gerir þegar það eru krókudílar í Flórida í tjörnuna þar? Þeir þurfa að vita það bara. Það væntar ekki krókudíl ykkur í tjörn og okkur golfvöld í Flórida? Jú, bara allt annað. Já, ok. En 80 milljónir, það er ákveðis peningur. Þetta gæti verið manjur. Fýtt peningur. Já, sjáum til. Þetta er því að maður myndi halda gólvöldinu sjálfu var að redda þessu kúlum, ekki fara að borga einhverjum kafaratrúð 80 milljónir ári fyrir að ná í þessa bolta sko. Já, þetta er mjög góð. Ég myndi bara segja að Siggi, þetta náði þessa kúlur þetta. Já, þessar kúlur og kottu með þér Kvelli, right now. Það er að borga einhverjum kafara 80 milljónir. Já, sem bara kassi 80 milljónir ári 10 kafarar sko. Herðu, menn sem eiga luxusbíla eins og frá Þýskalandi, Benz og BMW eru líklegri til þess að hafa stærri getnaðalim en þeir sem keyrum til að mynda á venjulegum bíl. Riki keyrir á Bimma sko. Já, það sjálfsögð. Með girt niður úr sig sko. Hann er aldrei í buxum með hann að keyra bíl. Hann hætti bara að gera það upp með sig. Beðið stafsökunar, það er ekki þannig. Svo það fylgir sögunni. Og mjög langt frá því. Já, þetta er bara, þetta er bara staðarind. Já. Stjórnum staðarind. Herðu, næsta. Ein af hverjum 3 grænmetisætum í Bretlandi stelst til þess að borða kjöt ef það er í góða heiminum. Fólk er í góða heiminum. Og að sippa hans í sig. Já, á svindlara. Það er bara í hamburgara. Já. Hendi sér smá naut og raut. Já, ok. Taylor Swift hefur fengið fast vörumerki sem trademarkað frasana This sick beat, party like it's 1989, nice to meet you, where you been. Trademarkað þetta? Já. Okkur trademarkað ég ekki eitthvað frasa. Það hefði ekki verið góðleika. Hún er búin að nota þessa frasa í lögunum sínum bara frá þeim byrjaði. Það væri ríkar en Björki Tór, þú það mikið af frösum. Takk. Já.
Taylor Swift klárar en ég, það er augljóst. Herðu, og það er pizzastaður í Bandaríkjunum sem að býður upp á 12 tómmu pizzu sem er samtals 6.500 hitaeiningar. Wow. 12 tómmu pizza 6.500, hvað er á henni eiginlega? Það er wow. Bernes á henni og vel að fitan eru ekki að bomba henni vel upp hann. Hvað stendur eitt hvað á henni? Nei, bara 6.500 hitaeiningar, heldur bara 12 tómmu pizza sko. Maður getur alveg borðað 12 tómmu pizza sjálfur oft sko. Þú gerir það á 2 mínútur ekki sko. Það er ekkert punktur. 6.500, ok. Ég meina hvað, er það ekki hvað nánast fjórfaldur dagskamtur eða? Við þurfum að fara einhvern tíman og testa, láta þau smakka þessa pítsu. Í góða heiminum. Herru, þá er það komið, förum aðeins yfir þetta. Síðasta bifriðin til þess að byggja upp á segulbandstæki, það var Lexusin, 4 tónlistamenn til þess að eiga lag á topp 40 síðustu 4 áratugi, 2000 mann sem tóku þátt í könnun, 42% af þeim samviskubit að slaka á, kafarar, golfboltar sem eru með 18 milljónur á ári, menn sem eiga lúksusbíla, stærri titlingur, einn á hverjum 3 græmmetisætum í Bretlandi svindla ef þau eru komin í góða heiminn, Taylor Swift á frasarnir og 6.500 hitaeiningar. Hvað, sko Ég ætla að hryggja Richard. Ég ætla að lúksusbílar og limur. Já, þetta er horfnúr. Þetta er annarkvort limurinn og eða golfboltarnir sko. Já. Og veist að þú tekur limin að taka, ég segi gólboltarnir, það er ekki kafar eða. Horny Tat með þetta rétt. Congratulations. Yes. Tatman 24/7 365 Horny Tat. Er það textinn? 24/7 365 ársins. Katy Perry syngur mig. Já, er það ekki nokkuð neginn þannig? Newsflash. Ég er með dagskólið núna. Já, ég kvíð honum gríðarlega. Og ég er að opna mailið. Þú veist hvað er að fara að gerast þetta. Ég er næst búin að gleyma þessu. Og ég ætla að velja bara random e-mail. Já, akkurat. Hvað eru mörg e-mail í bóksinu? Jörundur litla og þingari. Það er búið að tælast inn drast sko. Sko, þetta er svolítið lestur sko. Þið vitið það ekki það er menn sem eru með vesen og ætlum að leysa þau. Allt er gott þegar vandamálinu er leyst. Og ég skal byrja þetta. Ég held nefnilega að þessu báðar á Tatman í dag. Hei, hver anskotin. Ótrúlega. Sýnist. Herru, nú er ég nú viðkenni ég, nú er ég spenntur. Já. Sæll Gilsi. Jón Breiðdal heiti ég. Húsvíkingur með meiru. Vil byrja að segja að með fyrst í drengirnir alveg frábærir og þá sérstaklega þú Gilsi. Alveg frábær. Vöðað mikill og frábær. Ég er búin að fylgjast lengi með hann og Jóni Gunnari. Ég frétti að vera með ykkur í dag. Ég veit nú ekki hvort ég er viðurkenna það en ég er svolítið hent eftir hann. Hann er búin að ná frábærum árangri og það er hægt að læra af svoleiðis mönnum. Ég er aðeins og þungur og mjög graður. Hvað er að þér? Ég var að baki rétt áðan og ætlaði að bak á eftir. Svo fekk ég viðurkenningu daginn. Á henni stóð orðrétt: Jón Breiðdal er feitasti húsvíkingur til að hlaupa 10 km undir 40 mínútur. sem er svipað og þú náði Tatman eða ekki? Jú, það er svipað. Hvað tíma áttu þú aftur á 10 km? Ég á 38.54 á 10 km. Það er þetta rosalegt. Já, 2 undir 39 og nokkur undir 40. Þannig að takk fyrir það. Já, það er geggjað. Þannig að ég og Jón Breiðdal vinur minn eigum það sameiginlega einlega. Og hann segir hérna: menn af aldrei séð ég feitan mann hlaupa jafn hratt. Held að sé allt kynlífið sem er að gefa mér þessa staminu. En ég á 9 börn og er ennþá að. 9 börn? Þannig að þetta er líka meistari. Jón Breiðdal, já. Eins og þau heyrir við ekki ólíkir, ég og Gerdal. En eitt síðan þarf að spurja hann Jón að. Ég er búin að eða síðustu 4 árum í að fullkomna samloku businessi minn hérna á Húsavík. Það er loks að ganga ágætlega þegar rassandlitið hann Jón Gerdal keyrir svo samlokunum yfir í pítsunar. Black Box. Það er pítsustöðar á Húsavík. Og hvað djöfull á ég að gera? Það er flókið fyrir að halda því samlokunum rasshaus. Og spurningin er, mælur með að ég færi mig yfir í pítsunar? Kærleikskveðja, Jón Breiðdal. Hefði verið flókið fyrir þig að vera bara í samlokunum rasshaus. Já, hann er ekki vel reyður. Jón Gunnar Gerdal og Jón Breiðdal. Þetta er ótrúlega tilvíðin nema hann á 9 börn og hann er of þungur að hlaupa. Þetta er bara og graður. Þetta er Jón Breiðdal að Gmail, þannig að þetta er hann heitir þetta bara.
Og ég er ekki bara ánægð með það skildi að hafa lekið alla leið til Húsavíkar og ég skildi vera hér gestur í dag. Mér finnst það skemmtilegt. En samt bara, ég skil hans í pirraður. Ég meina, hann er búin að koma með samlokustað þarna. Já, hann á alltaf að hólka sig. Já, fyrstulega bara Jón, takk fyrir spurninguna og bréfið. Það var fallegt. Já, gaman að eiga hérna góðan dreng á Húsavík. Og þú mæli með því að þó að sé pítstöður Húsavík að fara bara í samkeppni. Já, það er fullt af góðum pizzastöðum í Reykjavík en það opnaði samt Blackbox sko. Þetta er mjög góð búndur. Þetta er tveit ólíkt. Þá er spurning nummer 2 og ég held að sé líka á tett. Ótrúlegt. Sælgilsi, Reynarð heiti ég. Reynarð? Já, þetta er mjög weird. R-E-Y N-A-R-E. Þessi spurning er ekki á þig. Reynarð. Ég er búin að lesa þetta. Ég ætla ekki að byrja að breiða með þetta og sleikja þau upp eins og flesti gera. Ég ætla bara að koma með beinta efninu. Jú, þú ert vöðað mikill og hugulegur og frábæri. En ég hef enga tíma til að ræða það í dag. Það sé vel reiðu held ég sko. Ég er með óhefbundna spurningu. Ég raun vanda með hjónabandsráðgjöf. Ég var heima á Fásúsfirði og það er ekki búið hér að fá aðstof við þessa hluti. Hérna er þetta bara gamli skólinn. Menn bara fá sér í vörina og harka hlutina. Ef við ætlum að fara í ráðgjöf þá þurfum að keyra allir til Reykjavíkur og það er bara ekki búið. Ég hef með bakgjöf fyrir vegg. Búin að smá vesin undanfarið og að senda lína á okkur félagann og að þú getur getið aðstofað mig, ok? Þú eru tett menn, settu því í stellingar. Ég er bara tilbúin, við getum potið hjálpa sem unga manni, Reynarð. Konan var 2:30 daginn og kalli komin í gýr. Hún var að fara að leggja sig og ég sagðist alltaf að fara fram í stofu og horfa á þessu sjónvarpið. Það er verið að tíita upp sko. Ég er bara að býða allir ég get sett á lag. Já, það er verið að tíita upp fyrir ríkar við minn. Nei, við þurfum sjá að leysa þetta. Ég girði svo niður mig og tillið mér í leðusófan. Þegar allt er komið í gang og ég er að skemmta með konunglega sé ég eitthvað skugga út undan mér. Heldur að konan standi ekki með krosslaðar hendur starandi á mig. Ég rífi kotta og seti yfir jafnaldran. Stend svo hægt upp úr leðusófanum. Nakin kallmar í leðusófa er geggjað. Reyna stendur það segir það voru mistök að standa hægt upp það tók svona 67 sekundur að losna með leðrið af raskatun á mér og svo fylgdi þessu mikill háaði þegar að leðrið losnaði frá raskatun hafði heitt þegar raskatið er fast við leður sofa Egil, áfram með þetta þetta er bara, þetta er mikið konan hristir hausinn, segir ekki orð og röltir inn í herbyggju og skellir hurðinni Ég ákvað svo bara að sofa í sófanum þetta kvöldið Ég ætlaði svo að vinna mig tilbaka daginn eftir Skrepp heim í hátinu þegar konan var í fríi þannig daginn Rölt inn í eldús þar sem hún var að fá sér ristabrauð Hvað er þetta? Tvöföld spurninga Hvað er málið þeirra? Það er doppul hitter Hörðu, ég er að lesa spurningu frá Reynarð Hvað er þetta? Mastersirkir í Hannes og Holmsteina? Komdu þetta? Hvað segir? Átt að segja neitt rölt í rösklegan í eldús og gerði það niður mig Ég ætlaði að vera romantískur eins og Ríkard og stundar frábort eldússamlíf Það gekk ekki betur en það Ég heyri ösku fyrir aftan mig En það var tengd og ég heimsókn Hvaða bull er þetta maður Og hún var á salerninu akkurat þegar ég rölti inn í eldús Og hverju líkunar því segir hún Og Reynarð segir Nú hefur verið styrt á millokkast þetta Og ég elska konuna mína mjög mikið Og ég vil að þetta gangi Hvernig tókst það Ríkard að leysa sín mál? Ég sá hann gifti sig daginn Þannig að hann greinilega hefur leyst þetta Takk fyrir aðstofuna hvað ég Reynarð Og ef við myndum aðeins farið yfir þetta Ríkard Þú varst að gifta daginn Já, leysa hvað? Ég er svo fegin að hafa ekkert input í þetta Ég er bara mjög laka til að heyra svarið Ég vil bara fá þetta, hvað þurft ég að leysa? Nei, þú ert að leysa þetta Hann þarf að metla gömlu Þú lendir í svipuðu vesinni Já, tengdamamma eða neitt kom ekki að þar málunum við sko Nei, þarna var leðusófi Jafnaldurinn og eldursinning Hún hló bara með það En þú leystir það einhvern veginn Og það er vel að hann er bara harðgiftur, velgiftur maður í dag og Reynarð í vesinni Já Þannig að hvað svona Hann þarf bara að reyna að mjaka þess aðeins áfram Og af hverju er ég að útskýra þetta? Út af því að þú lendir í svipuðu atviki Já, en það er ekki Reynarð Ég er ekki að útskýra þetta fyrir neinu Ég er ekki ánað með þessi spurning var til mín og svo óvart til Richard FM 95 Blö á FM 957 Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl 957 Að vera
Viðburðaríkur þáttur hér af FM 95 Blöð í dag. Við erum reyndar ekki hættir strákarnir langt frá því. Jón Gunnar Geirdal búin að vera gestastjórnandi og búin að standa sem er mikilli prýði. Jón Gunnar, þú varst nú reyndar hjá okkur brennslumönnum í morgun. Já, mikið rétt. Þú ert svona aðeins að tala partí sem að verður á sjálfum Eurovision deginum 18. maí sem heitir 90s Nostalgia. Já, þetta skemmtilegt. Laugardagurinn 18. maí, Eurovision laugardagurinn. Og tala nú ekki ef að hatari vinnur, eins og við höfum aðeins að koma inn á einn aðan. Gætur mjög skemmtilegt. Og þegar það er búið, þá bara öll partíin að skella sér neyri Listasafn Reykjavíkur sem á að rigga upp sem svona one night only 90s klub. I like it. Sem er skemmtilegt. Real to Real og Outero bróðis að koma. I like to move it. Ég þekki það. Og búm búm búm. Þú þekki það? Já, veistl. Hitler byrja að hlusta á þetta. Já. Sjáðu þetta bara fyrir þér. Þú er nú alveg komið í einhverja veislur í Listasafni Reykjavíkur. Já. Smirnoff party, Tuborg party, Bond party. Það er gaman að rigga upp Listasafna þegar frábært venue. Og ert að fara, er fólk að fara að mæta bara hérna í gulum jakkafötum og með hárkollu? Já, það er bara málið. Þetta er sko 90s nostalgi er yfirskriftin og þetta er nákvæmlega það. Bara hófa gamla djamliðinu saman. Tunglið, Skuggabarinn, Astro, NASA, allt þetta sem var ekkert eðlilega vinsælt á sín tíma. Bara alltaf svo gömlu fyllibittur, við erum að virkja þær. Virkja þær og allir í gýr á Eurovision laugardegi. Já. Og svo bara á fólk að dressa þessu upp eða mætir þú bara eins og Class Clown? Það er bara annarkvart, þú getur mætt bara eins og Class Clown, casual og cool, eða bara grafa upp eitthvað 90s galla sem er skemmtilegt. Egil er samt svona, þú er svona verið, þú ert bara svolítið 90s gæði. Þú ert svolítið Hathaway og Captain Hollywood Project Ecuador og eitthvað. Ég elska þetta. Ég ætla bara að finna þá rauðu silkiskirtuna, Buffalo skóna og lita hála með fjólublátt og mæti. Þú bara, það er nákvæmlega svo kýr. Hvernig myndur þú dansa á svona kvöldi? Þú getur ekki tekið svona styrradans? Ég kann bara eitt dans, það er styrradansin því miður. Ég kann eitt dans. Hann virkar alltaf. Hann virkar 80s, 90s, disco, biffin, allt saman. Þetta verður hrikalega skemmtilegt. Og það er ekki að vera að vinna þetta með Smirnoff, annað að rigga upp flottum börum, svo bara skellir á barinn, færði Moscow Mule og svo bara blasta 90s. Þannig að þetta verður gott gig. Hefur þú smakkað Moscow Mule, Gilsara? Já, hef ég smakkað Moscow Mule. Einhvað áfengt sem hann ekki smakkað? Ég hef smakkað alla kokteil í heiminum, Richard. Já, ég hef ekki smakkað Moscow Mule. Og þeir verða margir þarna í Listasafni. Já, ég þarf að prófa það. Það er alveg gott, það rífur aðeins í. Þú kemur bara í Listasafn Reykjavíkur 18. maí og keirir í því Moscow Mule og svo bara ferð á gólfið og I like to move it. Getur Ívar Guðmunds fengið sér Red Bull í Smirnoff eða? Þú getur rétt rúmlega ímyndið það. Hvert á maður að anskotast þegar maður ætlar að fá miða á þetta? Það eru miðasalan hóst í dag, þannig að tix.is 90s nostalgían og tryggja sér miða. Og síðan bara Íslandíka að hólka sér bak við Gunnar á morgun. Steindi var hérna í spjalli á þann og hann veit meina það að Gunni, fólk á að setja kassu á Gunna. Já, heldur betur. Hann tekur það. That's what you do. I know I should be holding my feelings, staring at the ceiling, but here's the truth. Wallowing in it would be such a waste. Egil, byrja þér. Ég í work í kvöld, work í fyrramálið, Gunnar á morgun og líka United Wolves í rauninni á sama tíma. En bardaginn byrja samt ekki fyrir 10 cirka víst. Þá er leikurinn búinn. Ok, það er endar líklega bestu fættir aðeins minnar. Þú ert frábær ykkur. Takk fyrir þetta, ég held að þetta er á nákvæmlega sama tíma. Já, bara leikurinn 8-10 og svo bardaginn. Það var einhver búinn að hræða með að Gunni verða þarna fyrr. Nei, okkar, við erum með manna núti frá stöð 2, Henry Birgir sem veit allt. Já. Og hann basically sagði að hann byrjaði kl. 10, þetta var ekkert vesen. Veistlega það. Það eru frábæra fréttir. Ætlar að renna ykkur niður þá á morgun? Það er fellow skýrhaus sem er að bjóða nokkrum skýrhausum í mat og drikki. Elmar í sporthúsinu hérna sem er skýrhaus og er að bjóða öðrum skýrhausum. Þannig að þetta er bara skýrhausar og horfa á boltan og bardagan. Vel testosterónað. Þú ert ekki að fara á krókin sem blöð kóngurinn. Hjörvar Hafleðarsson býður bara hérna fyrir utan í þessum tölu orðum. Hann er á geggjum hvítum svona Audi-jeppa. Shit, þú ætlaði að bomba bara. Við erum að fara að bomba núna á krókinn og við ætlum að veislastýra þar í kvöld félagarnir og hérna hafa gaman. Gætur þú gett mig greiða? Ef þið hafðu döðan tíma, þá er svona, hörðu, við mægt að gera. Getur þú farið í húsið, það sé blöð lá allsbjör á parkettinu
að skrifa þetta ástabréf hana og spurja bara taka mannin í viðtal eða fólki sem á heima hana. Var hann allsber á parkettinu? Og spurja, þú veist að þetta húsi sem Blöð var allsber á parkettinu að skrifa bréf. Verður hann ekki að setja eitthvað svona platta utan á húsið eða eitthvað? Já, sko, ég meina allir í bænu vita að Blöð var allsber hana. En ef þú myndir fara og taka bara smá viðtal bara, þú tekur með mikrofón og setur bara Instagram eða eitthvað, væri frábært. Er ekki einhvern búin að tala við konuna, dömuna sem fekk þetta bréfið? Það var einhvern tíma manni. Blöð eitthvað, vill ekki ræða það hver það var, sko, smá vissin. Það kannski kemur ekki til manni ljós. Það var að komast í. En tett hjá þér vantarlega á baki alla helgina ekki? Ég svo það er helgar. Bara það er 100%, hann er á baki alla helgina. Það er bara Blackbox í kvöld, morgun. Ég ætla að fara að hlaupa í fyrramáli eins og Jón Breiðdal vinur minn á Húsavík. Henda mér í sjóin og svo bara, FA Cup og Nelson. Bara að vera í stúdíónu með Tett í dag. Ég nú óléttur núna. Bara hann. Við þakkum samfélgina FM 95 Blöð á dagskrá í næstu viku. Verið sæl. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Rjúkandi nautakjöt á glóðuðu brauði með gómsætri bernesósu. Fáðu þér alvöru steikarsamloku á Subway. Sjáumst á Subway. Ef þú þarft að skipta glugga eða útihurð, þá er gott að byrja í Bíkó. Nú gildir sami afsláttur á öllum orkustöðunum og hann hækkar eftir því sem þú mætir oftar. 7, 9 eða 11 krónur á lítranum í hvert skipti á öllum stöðum orkunar. Orkan. Hollur og hrikalega góður skyndibiti. Exo, Jóðarhúsinu og Smáralind. Líklega besti holli skyndibitinn á Íslandi. Ofur tilboðir ekkjunni. 30% afsláttur, aðeins 12 stykki í boði. Ísabel 160 cm heilsurúm með öllu á aðeins 82.000 krónur með 30% afslætti. Komdu í dag og gerðu frábær kaup. Rekkjan heilsurúm, Ármúla 44. Góða nótt. Skópartí í toppskónum allan mars. Falinn fjársjóður af öllum flottustu merkjunum. 50 til 80% afsláttur. Toppskórin Smáratorgi og toppskórin Grafarholti. Hvar verður þú þegar Gunnar Nelson raskellir Leon Edwards á laugardaginn? Einmitt, þú verður í Keiluhöllinni Egilshöll. Tryggðir borð í síma 511 53 00. Við minnum á að 5 í fötu er svakalega 2005. Við erum með 6. Áfram Nelson, áfram Ísland. Keiluhöllin Egilshöll. Það er opið til 1 alla daga og til 3 helgar. Biljarbarinn Faxafenni 12. Eins og mariachi hljómsveit í munninum á þér. El Caliente er nýr og bragðsterkur borgari á American Style. Í kvöld á Stöð 2. Evróski draumurinn og þar á eftir skemmtilegar bíómyndir. Leave No Trace. Áhrifamikil mynd með þeim Thomasin McKenzie og Ben Foster í aðalhlutverkum. Argo. Spennumynd sem er byggð á sannri sögu með Ben Affleck í aðalhlutverki. Hafðu það gott með okkur á Stöð 2 í kvöld. 20 tegundir á krana. Brúdók Reykjavík. Frakkastíg 8A. FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. Topp tónlistarstöðin. FM 957. I understood loneliness before I knew what it was. Saw the pills on the table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Bítið í bænum. FM 957. Hækkaðu og syngdu með FM 957.